Barnafjölskyldur og lágtekjufólk á Íslandi hefur ekki notið góðs af skattabreitingum síðustu ára eins og þeir ríkari, samkvæmt nýrri skýrslu frá OECD. Áfellisdómur fyrir skattkerfið, segir framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins. Dæmi góða efnahagsstjórn, segir fjármálaráðherra. Fréttastofa Stöðvar 2 mun næstu kvöld rýna í skattamál þjóðarinnar og við byrjum á barnafjölskyldum. Fyrir 2 árum geisaði hatrömm deila það hvort skattbyrði hinna tekjulægri hefði aukist ef ekki. Fjármálaráðherra sakaði meðal annars ríkisskattstjóra og Stefán Ólafsson prófessor að kunna ekki að reikna. Hann sagði þá meðal annars: Vittleysan, frú forseti, hún verður ekkert réttari þó að fleiri endurtaki vittleysun. Og það alveg til í dæminu að prófessorar við Menntaháskóla að þeir fari með staðlausa stafi. Prófessorinn hafði haldið fram að skattbyrðin hefði aukist og í skýrslunni frá Efnahags- og framfarastofnuninni kemur einmitt fram að Ísland í hópi fárra ríkja þar sem barnafjölskyldur greiddu stærri hluta af tekjum sínum í skatt árið 2006 en þær gerðu aldamótin. Víðast hvar á Vesturlöndum hafi tilhneigingin verið þveröfug, það skattabreitingar skiluðu sér einkum til lágtekjufólks. Í fáeinum löndum, meðal annars Íslandi, Noregi og Bandaríkjunum, hafi þær aðalega komið hátekjufólki til góða. Tölur OECD ná til 2006, síðan þá hefur orðið kúvending í skattastefnu stjórnvalda að mati Stefáns Ólafssonar prófessors. Þannig í raun og veru snúið af þessari braut sem var þessari óheilla þróun sem má kalla sem var 10 til 12 árin þar á undan. Fjármálaráðherra lýst ágætlega á skýrsluna. Hún sýnir það að skattar þeir hafa aukist hér á landi vegna þess að tekjur hafa verið að aukast að undanförnum. Og það sýnir okkur hefur tekist vel uppi við stjórn efnahagsmálana. Framkvæmdastjóri ASÍ ekki á sama máli. Þetta mikill áfellisdómur fyrir svona þróun skattkerfisins hér á landi að það komi ljós að við séum í hópi afar fárra ríkja þar sem að skattbyrði barnafjölskyldna hafi vaxið mikið á síðastliðnum árum. En eitthvað sem Stefán vill segja við fjármálaráðherra að lokum? Þeir voru kannski heldur óvarkárir sumir á vettvangi stjórnmálana sem kváðu upp úr það að ég kynni ekki að reikna. Ég held að það mætti kannski útskrifa mig núna eftir þetta vottorð frá OECD. Vaxtabætur þyrftu að tvöfaldast ef ríkið ætlar að styðja við fólk sem að kaupa sér húsnæði á sama hátt og það gerði fyrir rúmum áratug að mati Stefáns Ólafssonar félagsfræði prófessors. Fréttastofa Stöðvar 2 heldur áfram að skoða skattana í landinu og í dag skyggnust við á bak við tölur aukna skattbyrði. Hvað veldur og hversu langt þarf að ganga til að snúa þróuninni við? Nú hefur OECD staðfest að barnafjölskyldur á Íslandi greiddu árið 2006 stærri hluta af tekjum sínum í skatta en 6 árum áður. Eins og sést á grafinu hækkaði skattbyrðin mest á árunum 1996 til 2004 hjá einstæðu foreldri með 2 börn og lágar tekjur. Minna hjá útivinnandi hjónum með meðal- eða lágar tekjur en minnst hjá einhleypu og barnlausu hálaunafólki. Ástæðan ekki svo að skattprósentan hafi hækkað, heldur hitt að persónuafslátturinn, barna- og vaxtabætur rýrnuðu í verðbólgunni. Launin okkar hækkuðu og flest sem við keyptum líka en viðmiðin breyttust ekki í takt. Þannig að síminkandi hópur naut barna- og vaxtabóta og fólk borgaði sístækkandi hluta launana í skatta. Tvennt bætti hagina ríkari þegar hátekjuskattinum var kastað fyrir róða og þegar fjármagnstekjuskatturinn var tekin upp. Hins vegar kúrsinu snúi við á árinu 2006 og tvisvar frá þeim tíma hafa stjórnvöld í tengslum við kjarasamninga tilkynnt hækkun bóta og persónuafsláttar nú síðast í febrúar. En hversu langt hafa ráðherrar okkar gengið til að létta skattabyrðina? Jú, á næstu 2 árum munu skattleysismörk hækka í 125.000 krónur en þyrftu að verða 145.000 til að vinna upp það sem tapast hefur frá því að staðgreiðslukerfi var tekið upp á 9. áratugnum, segir Stefán Ólafsson prófessor í félagsfræði. En ef vaxtabæturnar ættu að koma þjóðinni jafnvel og þær gerðu árið 1995 þyrftu þær að tvöfaldast. Það ár greiddi ríkið þjóðinni rúmlega 27% af þeim vöxtum sem landsmenn voru að borga af íbúðalánum sínum. Árið 2006 hafði hlutfallið hrapað niður í 14,8%. Skattleysismörk væru nærri helmingi hærri í dag ef persónuafsláttur hefði fylgt launavísitölu síðastliðin 12 ár samkvæmt útreikningum ASÍ. Stöð 2 heldur áfram að skoða skattamál þjóðarinnar. Höskuldur Kári Schram.
Í nýútkominni skýrslu OECD kemur fram að skattbyrði hér á landi hafi aukist á undanförnum árum. Meðal annars bent á í því samhengi að persónuafsláttur hafi ekki hækkað í samræmi við verðbólgu og hafi því í raun rýrnað. Frá árinu 1996 hefur persónuafslátturinn hækkað tæpar 10.000 krónur úr tæpum 25.000 krónum í 34.000. Rétt að taka fram að á sama tíma hefur hlutfall staðgreiðslu lækkað úr tæpum 42% í 35,72%. Eða 6% stig. Skattleysismörkin eru nú rúmar 95.000 krónur en fara á næstu 2 árum upp í 125.000 krónur samkvæmt stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Á persónuafslátturinn að hækka 7.000 krónur á næstu 3 árum umfram almennar verðuppfærslur. Forvitnilegt hins vegar að skoða hvernig persónuafslátturinn hefði þróast ef hann hefði fylgt vísitölu neysluvers síðastliðin 12 ár. Þá væri hann nú tæpar 39.000 krónur eða 5.000 krónum hærri en hann í dag samkvæmt útreikningum hagdeildar Alþýðusambandsins. Skattleysismörkin væru samkvæmt því 108.000 krónur. Hefði persónuafslátturinn hins vegar fylgt launavísitölunni, hefði hann tæplega tvöfaldast á síðustu 12 árum og væri nú rétt rúmar 56.000 krónur. Skattleysismörkin væru 157.000 krónur eða 30.000 krónum hærri en yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar.